Kjöri Íþróttamanns Akureyrar 2015 var lýst í verðlaunahófi á vegum Íþróttabandalags Akureyrar og Íþróttaráðs Akureyrarbæjar sem framfór í menningarhúsinu Hofi í gær 20. janúar. Að þessu sinni var það kraftlyftingamadurinn Viktor Samúelsson úr Kraftlyftingafélagi Akureyrar sem hlaut þetta sæmdarheiti. Ja, þetta nú orðin gömul hefð, þetta var í 37. skipti sem þetta gert. Og þetta einfallega þannig að félögin skila inn sínum aðila yfir þetta íþróttamaður ársins í viðkomandi félagi og greinagerð og svona helstu afrekum viðkomandi á síðasta ári. Og síðan það verið stjórn Íþróttabandalags Akureyrar og fulltrúar fjölmiðla hér á svæðinu sem að gefa íþróttamönnunum stig frá 1, velja raðaði með sæti 1 til 8 og þannig finnum við út hver íþróttamaður ársins. Það mikil fjölbreytni ef maður skoðar svona söguna. Það fólk í mörgum íþróttagreinum og á báðum kynjum sem að hlota þessi nafnbót. Já, ég sammála því. Það kannski endurspeglar líka alla þessa flóru sem í boði í bænum. Hún í raun og veru með hreinum ólíkindum flóran og þetta úrval sem af íþróttum í bænum. Þetta margir tugir greina. Þetta kringum 30 íþróttafélög sem náttúrulega ótrúlega mikill fjöldi með við stærðina á bænum. Og já, þetta hefur dreifst mjög skemmtilega á milli bæði kynja og greina og á síðustu, fyrir kjörið í gær þá hefðu konur unnið í 11 skipti á síðustu 13 og síðustu 9 ári í röð, þannig að hafa komið tíma á að kemja einhver hraustu kallmaður og tækja þetta en já, þetta hefur dreifst mjög vel og þetta var 7. greinin á síðustu 11 árum sem að titillinn fer til, þannig að þetta lýsir held ég bara því hversu öflugur íþróttabær Akureyri Og hverju skipti það að hafa þessa viðurkenningu íþróttamaður Akureyrar? Já, sko, þetta náttúrulega, eins og ég segi, gömul hefð og auðvitað viljum við að þetta sé eitthvað sem að íþróttamenn stefna á að verða íþróttamaður Akureyrar, vegna þess að þetta rosalega mikill heiður, vegna þess að samkeppnin rosalega hörð. Það afskaplega margir hittuna og þetta skiptir miklu máli og gaman fyrir þá sem að hljóta þennan titil eins og Viktor núna að geta sagt börnunum sínum og barnabörnum frá þessu í framtíðinni. Þannig ég held að þetta sé nú bara gaman að þessu og skemmtileg hefð og eftirsókn að vera titil. Viktor á langan afreksferil að baki þrátt fyrir að keppa enn í ungmennaflokki. Hann var ósigraður innanlands á árinu 2015 og setti meðal annars fjölda Íslandsmeta og 1 Norðurlandamet. En hvaða þýðingu hefur þessi viðurkenning? Það bara fyrst og fremst mikill heiður og gaman að fólk sé kannski að fylgjast með það sem maður sé að gera. Ég var kraftlyftingamann ársins 2015 og var stigahæstur yfir alla þyngdarflokka og aldurs og kyn stigahæstur þar og vann öll mótin sem ég keppti á hérna innanlands. Það gekk bara mjög vel í fyrra sko. Hvað ertu búin að vera lengi í kraftlyftingum? Ég byrjaði svona að æfa eitthvað svona dútla mér sem ég var 13 ára. Svo keppti ég á fyrsta mótinu mínu í backpressu þegar ég var 15 og það fyrsta á eina móti sem ég hef fallið úr keppni og náði yngri gildi lyftu þegar ég var 15 ára. Það hefur gengið nokkuð vel síðan? Já, bara mjög vel sko, eða svona nokkuð vel allavega. Hvað það við þessa íþrótt sem heillar svona? Þetta var bein íþrótt bara, þú tekið út bara sem þú hefur lagt inn og fær alltaf að vera með sko, þú verður ekki settur á bekkinn eða eitthvað svoleiðis sko. Og þú bara getur kannski eftir á þínum eigin forsendum og já. En hvaða þýðingu hefur það fyrir íþróttina að fá þessa nafnbót hérna í ykkar raðir? Þetta bara voða flott held ég. Já, gaman að kraftlyftingar séu svona kannski orðið vinsællari og orðið kannski meira svona mainstream. Og fólk sé að kraftlyftingar hvort sem strákar eða stelpur. Hafið þið fundið fyrir miklum áhuga? Já, algjörlega. Það alltaf að bætast í félagið og mót og já, ég held það. Sé alltaf að aukast sko. Og hvað núna framundan hjá íþróttamanni Akureyrar? Framundan hjá mér í lok janúar eru Reykjavíkurleikarnir í klassískum kraftlyftingum og svo HM heimsmeistaramót unglinga 23 ára og yngri, ungmenna kannski og Evróp, já, allavega heimsmeistaramótið og kannski heimsmeistaramótið í backpressu aðeins að sjá hérna hvað þetta skýrist svona þegar nær dreifur, allavega næstu Reykjavíkurleikarnir. Þú ert bara bjartsýnn á þetta keppnisár? Já, algjörlega. Þetta síðasta árið mitt í þessum aldursflokki
Þannig að það klárlega stefnan á bara að vinna sem mest og allavega heima og gera sitt besta svona úti. Til hamingju með þessa nafnbót og gangið vel. Já, takk hérlega fyrir.